Góðan og blessaðan daginn. Halló, í þessum mánuði eru 2 ár síðan að við settum ballöðuna Lánasjóð íslenskra námsmanna á netið. 2 ár? Já. Stórkostlegt. Og af því tilefni þá ætlum við núna að byrja að setja þetta alltaf inn af lögunum okkar sem við höfum verið að flytja fyrir fólk á skemmtunum og svona, en sem interneti hefur kannski ekkert heyrt. Nei, nákvæmlega. Og við erum að byrja á lagi sem fjallar eins og línlagið ákveðið samfélagsvandamál. Já, þetta er mikið vandamál, sérstaklega á Íslandi. Maður sér þetta inn á samfélagsmiðlum, sérstaklega inn á kommentakerfum, hvað Íslendingar eru upp til hópa allt of Jákvæðir. Og sko við erum ekkert rosalega jákvæð, við Nei. fórum bæði erlendis í nám á sínum tíma og þurftum að eiga viðskipti við lín og þú veist, ég er ekki trúað maður, en ég ætla að trúa ykkur fyrir því að ef helvíti er til, þá er lín með útibú þar. Það er bara gefið mál. Þetta er staðreynd. En við sömdum satt lag konu sem er svona rosalega jákvæð og hlutinni farið síversnandi hjá henni. Og eins og þannig fólk, þá verður þetta lag bara gjörsamlega óþolandi. Þetta er geggjað. Fór í búðin í dag og það var engin kvöð. Mér er sama þó ég standi í röð, því það var geggjuð útsal í dag og allt mér gengur í hag. Af rauðu ljósi það er allt í lagi, stundum stöðumæla sekt ég fæ, en það er geggjað veður í dag, en þá allt mér gengur í hag. Skyndilega skellur stormur á, ég fer út af blendi ofan í gjá, en það er geggjað útsýni hér er enginn fyrir mér. Ég fór í hárgreiðslu í dag en klippti eyrun af, það var í lagi því hann afslátt mér gaf, og það var geggjað special price, hann var ógó, sætur og næs. Missi eldspýt og það kviknar í mér, og það er geggjað, en dálítið heitt, ég er illa brunnin og ég sé ekki neitt. Og þrátt fyrir endalausa jákvæðni sína þá lést Sigríður að sárum sínum. Hún steig niður til heljar og þar sem hún stóð frammi fyrir Kölska sjálfum þá án að hafa mælt af vörum. Sjáðu, þetta er útibú frá Lín. Þetta er geggjað sjúbídú. Megi lín fokka sér í vítislogum. Ok.